Komið sæl og velkomin á leik ÍA og Hraunamanna á Íþróttahúsinu á Vesturgötu á Akranesi. Liðin sem mætast í dag eru í annars vegar heimamenn í 9. sæti með 16 stig og hins vegar gestirnir í 8. sæti með 18 stig. Skagamenn geta jafnað Hraunamenn af stigum hér í kvöld með sigri, en Hraunamenn verða samt sem áður fyrir ofan þá í deildinni vegna innbyrðisviðuregna þar sem að Hraunamenn hafa unnið báða leikina hingað til. Unnu hér á Akranesi síðast 83-104 og svo unnuður okkur á Flúðum 78-94. En við rennum yfir liðin hjá Skagamönnum. Númer 2 er Hjörtur Hrafnsson, númer 3 er Þórður Freyr Jónsson fyrirliði, númer 4 Daði Már Alfreðsson, númer 5 er Frank Gerristen, númer 6 er Gabriel Adestek, númer 7 er Július Turnona, númer 10 er Lucien Kristófis, númer 11 er Alex Tristan Sigurjónsson, númer 13 er Jónas Steinarsson, númer 16 er Felix Heiðar Magnason, númer 18 er Ellert Þór Hermundsson og númer 24 er Jalen David Dupree. Hjá gestunum er númer 1 Óðinn Freyr Árnason, númer 2 er Patrik Gústafsson, númer 3 er Hringur Karlsson, númer 13 er Páll Magnús Unnsteinsson, númer 21 er Ahmad James Gilbert, númer 23 er Dagur Úlfarsson, númer 24 er Samuel Antoni Bört, númer 33 er Þorkell Jónsson og númer 50 er Yngvi Freyr Óskarsson fyrirliði þjálfari. Hjá Hraunamönnum er Konrad Tóta og hjá Skagamönnum er Nebojša Knežević. Dómararnir hér í dag eru Bergur Daði Ágústsson og Anton Eli Einarsson. Áhugaverður leikur, eins og ég segi, liðin í 9. og 8. sæti. Skagamenn geta jafnað Hraunamenn að stigum með sigri hér í kvöld og komast þá upp í 18 stig. Prógrammið sem Skagamenn eiga eftir er nokkuð flókið. Það er Álftanes úti og Skallagrímur heima í síðustu umferðinni 24. mars. Hér á Akranesi og vonandi fáum við fullt hús í þann leik. Hraunamenn eiga Sindra á heimavelli næst og enda svo tímabilið á því að fara til Akureyrar að keppa móti Þór Akureyri. En Hraunamenn eru klárir og mættir til leiks og ef við rennum við byrjunarliðið á þeim þá er það Óðinn Freyr sem byrjar inn á, fyrirliðinn Yngvi Freyr byrjar líka inn á. Svo erum við með hann Bört er inn á, Gilbert er inn á og gott ef það er ekki Dagur líka. Það Skagamönnum er þetta Lucien, Jónas, Þórður, Dupree og Gabriel. Það var allt í reiðu og uppkastið byrjar. Og síðan nær þessum bolta, gefur honum Þórð. Það er Jónas fyrir þristinn. Fallegt skot, beint honni. Opnar leikinn vel. Þetta er dýrmætt fyrir Skagamenn. Kemur Gilbert. Heiðsál Jónas til varnar. Setur þetta ekki. Gabriel tekur frákastið. Lucien biður hann og fær boltann, kemur upp með hann. Hraunamenn fljótir aftur, Skagamenn kannski hægir fram. Lucien fellur hérna við og sýnist vera dæmt villa. Dagur Úlfarsson fær sína fyrstu villu. Það var auðvitað Jónas og samanstöð á hann, gefur út á Lucien. Þórður kemur að sækja hann, fer á Yngva, finnur Jalen út úr körfunni. Horfir aldrei á körfuna, hann gefur út á Gabriel sem fer í snúninga, 5 sekúndur á skotklukku. Þórður fyrir þristinn. Fastur, Lucien nær þessu ekki, jú, kemur hann á Gilbert. Gabriel til varna, góð eftir Gabriel, fer út í hornið á Óðinn. Óðinn fyrir mann út á Yngva. Bört, sterkur á körfunni og setur þetta niður, villa á Lucien. Villa Kara góð. Og Bört fyrir á línuna og getur jafnað leikinn. Staðan 3-2. Við erum með óhefðbundna útsendingu hér í dag
hann að við erum ekki í beinni og erum því miður ekki með stigaskor, en ég skal reyna að muna að segja stöðuna. Setur víti niður og jöfnar leikinn 3-3. Þá finnir Lucian. Gabriel kemur inn, sendir Jónas út í horn. Jalen á Lucian, Jónas býður, galopinn, fer í þristinn, aðeins og fastur. Jalen með frákastana blakka til Gabriel, Gabriel aftur út í Jónas. Lucian býr sér til smá pláss, en nær ekki að setja þetta onni, Gilbert með frákastið. Nei, Bert fyrir ekki. Gilbert. Postar á Jalen. Jalen stendur þetta vel, tekur frákastið. Lucian með langan fram á Gabriel sem að næri þessu og setur þetta niður. 5-3 fyrir IA. Það komur hraunumenn, Gilbert. Á Dag, aftur á Gilbert. Undir á Bert sem setur þetta niður. Bert komur með öll 5 stig gestana. Þá er það fyrir hann Gabriel. Finnur Jónas undir körfinni, fallegt sending. Og Jónas skilur þessu niður, komur með 5 stig. Þá kemur Gilbert í þristin, setur þetta beint onni. Þórður, Unnur Gabriel sem fyrir inn á Jalen. Bert á sér, Gilbert hörfar, fyrir Bert óheppinn, hann klárar þetta ekki, búinn að koma sér í gott skotfæri. Gilbert fer aftur í þristinn, setur þetta niður, þessi gæi er geggjaður, hann er meðaltalið þessu leik, þessu tímabili með 31,4 stig, hann er að taka 12,8 fráköst. Og hann er að gefa 5,5 stöðsendingar. Þetta er svona maður sem er greinilega allt í öllu hjá þeim. Kemur Lucian. Jónas biður hann, fær hann, Dagur til varnar. Yngvi svona hjálpar en samt fer af Lucian sem tekur þá skotið, setur það ekki. Gabriel er að blaka boltanum til Jalen sem hann nær valda á honum. Fer sterkur upp á körfunni og setur þetta niður. Það er 9-11 fyrir hraunumenn. Gilbert. Einn vandi Jónasi og allir í burtu, fyrir aftur í þristinn. Hann er að setja upp sýningu. Hann er komið 3 þrista í röð. Og kemur hraunumennum í 5 stiga forystu, 14-9. Lucian, Jónas, fekk hann að færa opið skot. Setur það ekki. Bert með frákastið, gefum boltanum á Gilbert, það hefur virkað ágætlega hingað til. Nú gerir hann aðeins meira árás en fer í bara eitthvað sirkusþrist og setur hann ekki niður. Þórður í barðundir bolt undir körfunni, nær frákastinu. Gilbert ætlaði að prófa aðeins hitan á sér hann áðan og hann var ekki alveg eins heitur hann hélt. Jalen út á Jónas, Lucian biður hann, fær hann. Gott skrín á Jónasi. Gabriel opinn, Jónas býr sér til pláss. Sterkur upp á körfunni. Vill að karfa góð. Tæpar á skrefunum. En dómarinn metur sér svo að þetta hafi verið innan marka. Jónas kom með 7 stig. Getur bætt í 8. við. Setur hann niður. Vingar muninn í 2 stig, 12-14. Kemur Gilbert upp með boltan, komið 9 stig í þessu leik. Hann gefur hann boltan á Yngva. Biður hann aftur, fær hann, Jalen er farin að dekka hann núna. Og Gilbert. Gerði árásin hann á Jalen. Jalen er hávaxinn. Gilbert hefur verið með minni menn af sér, þá hefur hann verið að skjóta svolítið fyrir utan. En hann ákvað hann að gera árásina á Jalen. Athyglisvert. Og þeim kemur boltanum á Gilbert. Gilbert fer á Jalen, stígur út af.
Dómarinn sér það. Þykkar gular og svartar línur í kringu völlinn, þannig að það var hægt að sjá þetta. Dómarinn gerði það. 12-14. 4 mínútur og 40 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Jalen leggur af stað, tripplar í hnéð á sér, flókið. Bört tekur frá, kemur upp boltann. Koma boltanum að Gilbert, Gabriel til varnar núna. Bört fyrir undir með Lucien á sér, en þetta skipta. Jalen tekur við honum. Bört fyrir erfitt skot, setur þetta onni. Kemur Þórður. Jalen fyrir skrínið, komið minnumenn á sér, náðu að skipta. Yngvi kominn á hann, fær samt boltan. Þórður, hann þekkir þannig stað ágætlega. Gabriel, Gilbert á sér, Jalen í þrist inn út í horninu, nýr staður, spjaldið en ekki onni. Gilbert með langa fram á Bört. Þristur á kantinum, fer ekki niður. Lucien tekur frákastið. Óðinn hann með þristinn óöpinn. Lucien fæsir gott pláss, þetta er gott skrín og þá setur hann þetta niður. Minnkar munin 1 stig, 15-16. 3 mínútur og 40 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Lucien að setja sín fyrstu stig í þessu leik. Gilbert, hann er með 9. Langar fleiri. Og Jónas að prófa að verjast. Jalen líka. Stuttur. Og þetta var ekki varið, ég sá það samt ekki. En þeir stela boltar myndi körfunni. Gilbert. Og þetta Dag. Fór í erfið, reyndi erfið. Jalen kemur vel út á mótunum. Þannig að hann hætti við skoti og ætlar hann að senda hann baka, en hann nærði ekki. Og fær að hvíla sig aðeins á bekknum. Og Þorkell Jónsson kemur inn á staðinn. Og hann ætlar að byrja að dekka Lucien. Þórður sendir hann á Jónas sem kemur með aftur á Þór. Þór kemur upp með hann. Skrínir frá Jónasi. Það er bara að missa boltan. Lucien. Jalen út í horninu. Á miðjan kannski opnari. Lucien kemur hún á Jalen. Jalen með minni mann. Nýtir sér það. Hann er ekki að klára þetta. Bárðandi körfunni. Óðinn nær þessu. Kemur hún með Gilbert. Undir körfuna á Yngva sem að postar inn. Jalen tilbúinn að taka mótunum og verið þetta skot. Sá hvað Yngva ætlaði að gera og las það. Jónas. Jalen gefur sér mikið pláss undir körfunni. Bört í bakinu, næra að búa sér til meira pláss og setur þetta onni. Kemur skagamönnum yfir, 17-16, það eru 2 mínútur og 25 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Gilbert. Langan þrist. Og setur þetta niður, hann er bara með þetta skot. Hann er bara með þetta skot, virðist vera. Komið með 12 stig á 8 mínútum með þessum leik. Þórður. Gabriel. Leggur á stað mútið Gilbert. Finnur Jalen í horninu, Jalen stígur á línuna, 2 stig. Setur það ekki. Bört með frákastið, kemur boltanum með Gilbert. Nú ætlar Jalen að dekka Gilbert. Þá var maður búist við að fara á hann. Nei, hann fer í þristinn. Setur þetta niður. Hvað er komið? 5 þrista. 15 stig. 17-22. 1 mínúta og 40 sekúndur eftir. Þórður. 2 á honum. Á Jónas Laus. Hann er búinn að setja þrist í dag. Kemur ekki annar frá honum. Yngvi með auðvelt frákast einhvern veginn. Bara einn í heiminum. Stóð bara. Og þá kemur Gilbert. Fer í þrist. Settir ekki niður en Bört með frákastið. Skamin verið að taka þessi frákast þegar hann loksins klúra skotum. Bört. Óðinn. Bört fyrir hornið Yngvi, hann átt bróðþrist. Hann setur hann bara niður. Tryggjasta nýting. Hrunamanni hérna í fyrri hálfleik er mjög góð. Vægast sagt. Þórður. Lucien. Mista hann framfæsir hérna og Lucien nýtir sér það, setur þetta niður. 19-25, 45 sekúndur eftir á fyrsta leikluta. Gilbert. Gabriel að djöfla stíðanum. Gilbert, alltaf ekkert, já, finnur Bört. Bört fyrir þristinn. Jalen á mótanum, Gabriel. Náði ekki þessu frákasti alveg, Óðinn er að slá boltan. 33 sekúndur eftir, 19-25. Og önnur skipting hjá Hrunamönnum, Óðinn fer að velli og Páll Magnús kemur inn á í fyrsta sinn. Hjá Skagamönnum er einnig búið að gera skiptingu. Ellert Þór er komin inn á.
fyrir Jalen. Gabriel. Ellert sækir boltan, fyrir Jónas. Og Þórður. Gabriel biður boltan undir körfunni, fer svo í skrínið fyrir Ellert. Þórður fyrir þristinn, setur þetta niður. Mikilvæg karfa. 14 sekúndur eftir á fyrsta leikluta. Hraunumenn geta spila út klukkuna, skoppar á löppina á sér. Þetta Bras. Finnur Bört. Bört sendir bara eitthvað. Þórður, hann þarf að taka skoti. Lucien, nærði. Ekki, segir dómarinn. Ég heldur hann hafa náði, en það er hann að sagða. Fyrsta leikluti að baki, staðan 22-25 í raun og veru skotleik hjá honum Ahmad James Gilbert sem er komið með 15 stig. Ég held alveg pottþétt úr 5 þriggjastigaskotum og þriggjastiganýtingin hjá Hraunamönnum er 50%. Nei, fyrirgefðu, 54%, 6 af 11. Þeir eru búin að hitta 6 þriggjastigaskotum af 11. Skagamenn eru með fínustu nýtingu, 3 af 9, það er alltaf lagi. En það lítur ekki eins vel út þegar hitlið hittir svona svakalega mikið, en þeir eru ekkert að taka mörg tveggjastigaskot. Þeir eru búin að taka 6 tveggjastigaskot í fyrsta leiklutanum á móti 10 hjá Skagamönnum. Þannig að skotin eru þannig að Skagamenn hafa tekið 19 skot og Hraunamenn 17 og munurinn er 1 karfa og 1 þriggjastigakarfa. Hjá Skagamönnum er Jónas stigast 8 stig, Lucien er komið með 5 og Jalen með 4. En eins og ég sagði að Gilbert er stigast með 15 stig, Bört er með 7 og Yngvi með 3. Ef við kíkjum aðeins á frákastinn þá er Bört með 5 frákastahestur hjá Hraunamönnum á meðan að Gabriel er komið með 2 eins og Lucien og Jalen. En hraður fyrsti leikluta baki og þá komið að öðrum leikluta. Hraunamenn byrja með boltan og það er Bört sem ætlar að taka boltan inn. Sömu lið sem að byrja annan leiklutan og kláraði þann fyrsta. Bört. Það er bara sendingunni. Þorkell ekki alveg tilbúin en náði hann samt. Ellert til varnar, kemur boltan með Gilbert, undir á Bört. Það minnir menn á sér, hann er svona áttar sig ekki alveg á því en ákveður að gefa boltan út svo skoppaði hann í hnéða sér, óheppinn. Páll Magnús tapar þarna boltanum undir körfunni, óheppinn að skoppa löppina. Kannski aðeins upp með boltan, Þórður. Páll eltir hann uppi, Þórður er búið sér til pláss fyrir þristinn. Og fastur, Ellert gott frákast, kemur boltanum út á Gabriel. Lucien biður hann, fær hann, Þórður er laus í horninu, fær hann aftur. Hann klikkar ekki oft 2 þristum á sama staði rauðan Þórður Freyr og setur þetta niður. Jafnar leikinn 25-25. Það er 9 mínútur og 90 sekúndur eftir að öðru leikluta. Tæpir hérna í að koma boltanum upp. Finnur Þorkell í horninu sem setur þristin niður. Þeir virðast allir geta skotið þrist Hraunamennirnir hér í dag. Þórður finnur Gabriel, Gilbert fór á honum, Gabriel fljótur að fatta það, Lucien fær nokkuð opið skot, setur ekki, Gilbert með frákastið, kemur boltanum á Bört, Þórður tæpur á stilunum, Lucien líka, endur að fara löppina á Bört. Bört vill meina hann hafi komið í hendina á sér þarna, en dómarinn segir ekki og enga stið Skagamanna. Jónas, Bört starf hann í að stela þessu boltan tilbaka, hann er í næstu því. Endur í höndunum á Gabriel sem finnur Ellert. Lucien kemur út og biður hann, fær hann. Þórður liggur í horninu niðri. Jónas býtur pláss undir körfunni fyrir skiptinguna. Þá er Yngvi kominn á Lucien og nær kominn á glæsilega gert. Þetta býr Jónas til með Lucien, þetta auðvelda sniðskot. Vagga og velta. 27-28. 8 mínútur og 18 sekúndur eftir öðru leikluta, Gilbert. Gabriel er fann að djöfla stíðunum, það er jákvæmt fyrir Skagamenn. Bört gerir vel fyrir erfiðan snúningstvist en sýnist þér að hann að villa á Lucien sýnist mér. Já. Villa Lucien, ég held að sé önnu villan aðeins og hann snöggur að skipta. Frank kemur inn í hans stað.
Vel gert hjá Þórir, nennast ég að stela þessu innkasti. Þorkell að það koma á boltanum á Bört. Þórir náði að lesa það. Þannig að það var mútla Bört að Gilbert að taka boltan inn. Bört undirbýr undir að fá boltan undir körnu, finnur Pál Magnús, Þórður til varnar, nei, Frank til varnar. Páll skrefar hana. (27, 28), 8 mínútur og 3 sekúndur eftir að leikta. Þórður með Páli í bakinu, kemst fram hjá honum. Jónas kemur í skrínið, Þórður fær þá meira pláss, finnur Gabriel. Inn á Jónas, Þórður einn fyrir utan en Gilbert stelur þessum bolta. Bört með honum, en hann ætlar ekkert að gefa hann. Setur þetta niður. Skamur inn að sækja hratt á tilbaka en náði ekki. Jónas fær boltan frá Þórði. Gerir þetta vel, hann var komið minni mann á sig út í körfuna, Þórður var fljótur að sjá það. Skjafum ekki þetta í 1 stig, 29-30. Gilbert, Gabriel enn á honum. Bört gerir sér breiðan undir, Þórður kemur að hjálpa Jónasi, dettur svo á honum. Jónas setja móti Bört. Óheppinn Bört þarna, vill á Jónas, 2 vítaskot. Það skipta skamenn, Jónas til þessar bekkinn og Jalen kemur inn á í staðinn. Jónas er stigastur hjá skamennum með 10 stig. Flottur leikur hjá Jónasi. Bört á línunni. Setur fyrir að vita niður. Það var setna þetta. Setur að leika niður. Hreinamenn búin að taka 3 víti í þessu leik, Skagamenn búin að taka 1 og ég held hreinlega að Bört hafi tekið öll 3 og hann er búin að setja öll 3 niður. Og komið með 9 stig. Þórður. Jalen er að snúi inn með minni menn á sér. Ellert sér það ekki, Þórður sér ekki heldur, tekur skotið, þá ætti frákastið að vera Jalen, það er samt ekki þannig, Gilbert tekur þetta. Gilbert með skrýtna sendingu. Jalen núna á Gilbert, Gabriel er búinn að vera á honum með góðan árangur. Kemur boltanum undir körfuna, finnur Pál út af Bört. Bört finnur Gilbert, hann er búinn að skjóta nokkur sem hann í dag. Bætir einu við, nærið ekki, Ellert með frákasti. Hann er villa á Pál, hárrétt. Þórður Freyr setur boltan á Frank, kemur upp með boltan. Þorkell til varnar. Þórður nær ekki að fá hann, jú, kemur að sækja hann aftur, Páll inn á honum. Komur hann inn á Jalen með Bört á sér. Jalen skoppar mikið og pússar svona inn í og nær að koma þessu niður. Sterkur hana. Gabriel er aftur komin á Gilbert, náttúrulega Jalen að vera á Bört. Gilbert sækir boltan. Gabriel er klár, Bört kemur í skrínið, Jalen þetta upp, þeir hvoru fallir niður. Þarna var Bört svolítið einn, en Ellert þó reyndi að koma til bjargar en braut á honum. 31, 32, 6 mínútur sléttar eftir af fyrri hálfleik. Páll. Kemur boltanum undir á hring sem setur þetta niður. Fyrstu körfun hans, hringum mætti til vel X. Jalen tekur á móti boltanum frá Þórði sem fer hann aftur. Þórður Freyr. Óheppinn hana. Brotið á honum. 2 vítaskot. Skipting hjá hraunamönnum. Páll og Þorkell fara af velli og Óðinn og Dagur kom inn á í staðinn. Þórður á línunni, 31, 34, 5 mínútur og 46 sekundur eftir að fyrri hálfleik. Klikkar á fyrraskotinu. Og það er nokkuð víst að seinna skotið fyrir niður. Af niður.
Skiptingaskafinu, Þorleifur fer á velli og inn ekki með Lucien. Gilbert, Frank komandi varnar, það verður athyglisvert. Frank hörku varnarmaður, hann búinn að sýna okkur hérna í síðustu leikjum. Gabriel tilbúinn að koma að hjálpa. Óðinn í langan þrist, það er ekki. Einhver íting undir körfinu. Sýnist það að hafa verið Jalen. Óðinn að setja boltan inn, finnur Gilbert. Gabriel mættur. Gilbert býr sér til pláss í erfitt skot, en setur ekki niður. Gott sókn með frákast. Það degi. Bört, Frank móti varnar móti Bört. Bört þarf að fara undir með það. Gilbert, nei, Lucien stíður på stilboltan. Gilbert í erfiðan þrist. Gabriel alveg von í honum, setur þetta ekki. Ellert tómið frákastið. Frank með Gabriel með sér, finnur Gabriel. Vel spilað. Gabriel setur þetta niður. 34, 5 mínútur eftir af öðrum leikluta. Bört. Sem að Gabriel ennþá Gilbert, það hefur gengið ágætlega. En vel stólinn bolti hjá Frank. Fyrir fyrstu fram. Gabriel setur þetta ekki, erfitt skot. Jalen mætir til að hjálpa, sækja sóknar frákastið. Dagur til varnar. Lucien út í hornið. Ellert Þór, óheppinn. Lucien blakkaði honum í áttina af körfunni. Hefði kannski mátt blakka honum út. Það er alltaf lagi 34 ennþá. Gilbert. Gabriel til varnar. Hún segir þetta áður og verður gott að segja þetta aftur. Skrínir og Bört ekki til staðar. Og þarna kemur hann. Lucien til varnar. Óheppinn hann að fá villuna. Hoppuð upp með Bört. Þá held ég að Lucien sé komið með 3 villur. Það er áhyggjuefni. Og hann skiptir hér við Þórð. Kominn skotréttur líka hjá Hraunamönnum. Ekki það, þetta var svo sem skotvilla í þetta skiptið, en þessar 4 mínútur og 19 sekúndur sem eftir er að öðru leikluta, þá eru allar villur vítaskot hjá Hraunamönnum. Bört heldur áfram að setja niður vítaskotið sín. Ég held þessi ekki að mismuna, hann sé búinn að taka öll 4 víti Hraunamanna í þessu leik og það 5. á leiðinni hér. Setur hann niður, 100% vítanýting. Þórður fram hjá Óðinn og Jalen kominn en er ekki að nýta sér. Hann fyrir undir með Óðinn á sér, Þórður kemur út og sækir hann. Nú Jalen fættar á körfunni. Ellert Þór, fastur. Jalen tekur frákastið, sterkur upp, nærði ekki, óheppinn. Gilbert. Gabriel missar hann fram með sér. Gilbert þóttist alltaf senda hann, en ef ég hefði verið varnarmaður þá hefði ég aldrei fallið fyrir því hann vill skora. Frank. Jalen kemur í skrínið, Jalen komið með minnumann á sér. Erfið sending sem að Óðinn er að koma puttunum aðeins í sem eru Feipa Þór sem að færa nýsu út af. Gilbert, fyrir boltan og færa. 34-38. Gabriel heldur áfram að vera á Gilbert. Gilbert nær að búa sér til skot. Sóknarfrákastið er hjá Degi, setur þetta niður. 34-40. Jalen bar boltan frá Þórði með minnumann á sér. Fellur samt ekki á hann. Ellert fyrir þriggjastaskotið, setur hann onni, skoppa niður. Minkamuninn í 3 stig, 37-40. Bört. Kemur boltan með Óðinn. Frank til varnar, mistur Óðinn fram með sér. Ég er alltaf að dæma þetta körfu góða held ég, af því að hann tekur boltan eftir hann dæmir, heyrðist mér að vera að segja.
Þannig að Óðinn fer á línuna og fær 1 vítaskot. Bört fær hvíldina hjá Hraunamönnum og Yngvi Þór kemur inn á staðinn. Nei, Yngvi Freyr, fyrirgefðu. Frank sest einnig á bekkinn og Jónas kemur inn á aftur. Eitt skot. Setur hann niður. Öll skotnýting Hraunamanna í þessu leik bara til fyrirmyndar. 51% skotnýting, 61 í tveggjastega, 43 þryggjastega sem lið og 100% á vítalínu. Þórður, hringur til varnar, Jónas kemur í skrínið, Ellert. Það ekki hringuna slípuna stefnleysi, Þórður fyrir erfiðan þrist, skotklukkan renna út, nærði ekki. Gabriel fær frákastið fyrir snöggt skot eftir að nærði frákastinu, setur hann niður, það var 1 skot. Skafinn fengur nýja skotklukku en hann var ekkert að hika, tók bara skotið strax. Það kom Gilbert, Gabriel, Dagur, fer í erfitt skot, setur hann yfir Dalen, spjaldið onni, þetta var vel gert. Það kemur Þórður Freyr upp með boltann, fer fram hjá Óðinni, Yngvi mætir honum, en Þórður setur þetta niður, 45-42, 1 mínúta og 47 sekúndur eftir að fyrsta hálfleik. Kemur hringur, stuttur, Þórður kemur með boltann, Dalen kemur í skrínið, Dalen fekk hérna plássið og kom með flugbrautina en Yngvi náði að setja fótinn í boltann. Mínútu og 30 sekúndur eftir að fyrir hálfleik. Gabriel. Það er Sladdu, fær hann. Er í áttina sem hann vildi fá varnarmann en hann ekki að setja skotið niður. Boltinn endur í höndunum á Gilbert sem kemur honum á hring. Ellert til varnar, hringur, resta gerist Lárusson. Setur þetta niður. Þórður Freyr. 42-47. Jalen. Setur þristir niður, svarar þrist með þrist, það er alltaf sterkt. Gabriel til varnar, Yngvi ætlar að koma í skrínið. Það er að trufla þetta aðeins. Gabriel kemst tilbaka, Jalen kemur til hjálpar, skilur Yngvi eftir. Ellert á hann. Boltinn endar inn í tegnum á Degi sem fyrir erfitt skot, en Jónas þarf að bjarga þessu, gefum boltanum á Þórð, 30 sekúndur eftir, 20 sekúndur á skotklukku. Staðan 47-45 fyrir Hrunamenn. Þórður leggur af stað, Óðinn til varnar, Þórður fær Yngvi á sig, ætlar hann að fara á hann. Já, hann gerir það, finnur Gabriel. Óheppinn hann Gabriel, setur þetta ekki niður. Gilbert. Gefum boltanum ekki að hring, boltinn fyrir út af, 4,5 sekúndur, Skagaminn fá annan tækifæri. Og Neibosa tekur leikhlé. Fyrsta leikhlé held í þessu leik, það er 4,5 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Staðan 45-47. Við kannski notum bara tímann það núna, fyrst að það er alveg að koma hálfleikur í þessu leikhlé. Förum yfir það að hjá Skagamönnum er Jónas stigastur með 12 stig, Þórður Freyr og Jalen eru með 9 og Gabriel með 7. Gilbert er þetta aðeins hægar sig upp á síðkastið, hann er samt með 19 stig á meðan að aðrir hafa skorað minna. Ég ætla að skoða hérna. Hann er með 19 stig, Bört er með 11, Hringur og Dagur með 4, Yngvi, Óðinn og Þorkell með 3. Á Skagamönnum eins og að segja Jónas með 12 stig, Þórður Freyr og Jalen með 9, Lucien með 5, Gabriel með 7 og Ellert Þórir kom með 3. Skagamenn hafa spilað fyrri hálfleikinn á einungis 7 leikmönnum á meðan að Hrunamenn hafa spilað á 8. Fjóra komma 5 sekúndur eftir.
Skamen taka engastið langt inn á eigin vallarhelmingi. Þórður kemur til með að sækja hann á bolta. Nei, finnur Ellert. Ellert, 3 sekúndur, 2 sekúndur. Jónas í horninu. Setur hann ekki niður. Staðan í hálfleik því 45-47 fyrir Hrunamenn og við rendum yfir hérna áðan. Stigaskoðið hjá báðum liðum. Þannig að við tökum okkur östuhlé og komum aftur með seinleikinn á Völmundsspori. Komið sæl aftur og velkomin í síðara hálfleik í leik ÍA og Hrunamanna. Staðan í hálfleik eins og áður sagði 45-47 fyrir Hrunamenn. Amat James Gilbert búinn að vera var með sýningu hérna í fyrsta leikluta. 3 stiga sýningu þar sem var komið 15 stig í held ég bara í fyrsta leikluta en endar hálfleikinn með 19 stig á Straumvellinum. En setjafleikur hafinn, Lucien. Hálfgert pikk frá Jónasen, nærði ekki, Jalen gerir hins vegar. Gilbert til varnar á móti Gabriel. Gabriel fyrir fram hjá honum, vel gert hjá Gabriel, setur þetta niður. Jafnar leikinn, 47-47. Óðinn kemur upp um boltan, Þórður inn að stela nærði ekki. Kemur boltanum á Gilbert. Gabriel heldur áfram að tekka, en það er búið að ganga vel. Finnur Davíð í horninu, Davíð fyrir þristinn. Þristarnir hjá Hrunamönnum hafa eins og líka gengið mjög vel í þessum leik. 8. þristur þeirra í 17 skotum. Skamen hafa hitt líka vel með 7-20, það er líka ágætt. Jónas setur þetta niður. Jónas heldur áfram eftir góðan fyrirháleik, komið 14 stig. Minkamunum neisti, 49-50. Óðinn kemst fram hjá Þórði. Jónas tekur á mótanum, ætla að koma inn á dag. Fór nú í fótinn á honum en ekki dæmt. Þórður. Jónas fær pikkið. Hittir opið skot fyrir Þórður sem setur þetta niður. Skamen komin yfir. 52-50. Bört. Þannig á Óðinn. Óðinn fyrir fram með Þórði. Hún búið út í horn á dag sem fyrir fram hjá Lucien undir körfuna. Aftur finnst mér að vera fullt af fótanna en ekki dæmt. Jalen nær boltanum, kemur nú Lucien. Lucien á móti Degi fyrir fram hjá honum. Jónas býtur pláss fyrir sjálfan sig og fer sterkur upp en Gilbert nær að sýndust verja þetta skot. Óðinn. Hröðsókn, Dagur fer. Kemur boltanum að Bört sem setur hann yfir Jalen. Spjaldið hann í. Jafnar leikinn 52-52. 8 mínútur eftir af þriðja leikluta. Þórður með Bört á sig núna. Lucien kemur og sækir hann. Jalen fyrir pikkið. Fara hann Inga á sig sem hörfa frá honum. Gefur hann skotið, nær ekki setja niður. Frákast endur í höndum á Bört. Sem kemur hann bent að Gilbert. Dagur undir körfunni. Gilbert sér það og setur þetta niður. Góð sending hjá Gilbert þarna. Hrunamenn komin aftur 2 stigum yfir, líkt við hálfleik. Lucien. Þórður kemur upp og sækir hann, setti þristan á hann, fór ekki í það núna, finnur Jalen í horninu. Bört kemur á mótanum, Jalen gerir árásin á körfuna og setur þetta niður. (54-54). Bört finnur Gilbert. 2 á Gilbert. Kom hann í vandræði. Finnur geggjusending inn til körfuna á dag. Þórður brýtur á honum. Gilbert er farin að taka hérna sendingarnar sem hann var ekki að gefa í fyrirháleik, hann er heldur farin að gefa hérna í seinni. Dagur á vítalínunni. 100% nýting hjá Hrunamönnum á vítalínunni í fyrirháleik. Seðan ykkur byrjar ekki alveg jafn vel. Fyrsta skotið sem er klikka á vítalínunni. Dagur tekur seinna skotið. Setja það niður. Jónas finnur Lucien. 54-55. Þórður. Sækir boltan, Óðinn til varna. Jalen býtur pikkið. Gabriel kemur út, finnur Jónas. Langan tvist. Setur hann niður.
Jónas er eða príðisleik, komið 16 stig. Þá kemur Óðinn hann vildi fá okkur fyrir sin snút, fekk ekki. Lucien, Davíð til varnar. Jónas fer í pikkið, býtur pláss fyrir Lucien. Færð opinn trist, Ingi seinna á mótunum. Stuttur. Gilbert nær frákastinu. Gabriel snöggur að koma til varnar. Hann ætlar ekki að gefa Gilbert neitt þægilegt í þessum seinna hálfleik. Óðinn, Ingi í skrínið. Býður boltan undir, færa, Jalen kominn tilbaka. Bört ógnaði að koma undir, hörfar út. Ingi fer hann að sterta upp á móti Jalen, setur þetta ekki niður. Jalen með frákastið, 56-55. 5 mínútur og 53 sekúndur eftir á þriðja leikluta. Gabriel, Jónas baði hann fekk hann ekki. Lucien fær hann. Gabriel kemur í skrínið. Jalen galopinn, Þórður í hotinu, býður eftir boltanum, fær hann ekki. Jú, núna, fyrir þristinn, setur hann niður. Mikilvæga þristur, Gamin kominn í 4 stigum yfir, 2 hverju leikur, 59-55, 5 mínútur og 28 sekúndur eftir. Gilbert, Gabriel heldur að horfa djöfla stíðunum, Lucien, Jalen kemur til varnar, hjálpar. Óðinn er ekki setta, Gilbert sækir þá frákastið sjálfur og setur þetta niður. Fyrstu stiginn hans í síðara hálfleik. Þórður fer inn á Ingva og setur þetta ekki niður, góð tilraun. Sótti þessa villu. Hann fer á vítalínuna. Skamen er ekki búinn að taka 3 víti í þessu leik. Þórður á 2 af þeim. Annað er niður, hitt ekki. Setur ferðarskotið. 60-57. Setna skotið líka niður, 61-57, ennþá 2 hverju leikur. Bört kemur hratt upp. Gilbert segir nú að róa, en Bört vill fara hratt. Gilbert biður boltan, sækir hann Gabriel til varnar, keyrir hún inn á Gabriel. Jalen kemur í hjálpina, alveg eins og áðan. Skref. Hún gerir þetta núna 2 sinnum, Hrunum að taka leikhlé. 4 mínútur og 50 sekúndur eftir af þriðja leikluta, staðan er 61-57. Þórður Freyr er komin upp í 15 stig fyrir Skagamenn, Jónas er enda stigastur með 16, Jalen með 11 og Gabriel með 9, Lucien með 5. Hjá Hrunumönnum er Gilbert með 21 stig, 7 fráköst, 6 stóðsendingar. Framlagspunktar upp á 26 stig, takk fyrir. Börta með 13 stig, Dagur er komin upp í 10. Og svo erum við með Hringum með 4 stig, Þorkell, Óðinn og Yngvi allir með 3 stig. Skotnýting liðanna er nokkuð jöfn hérna í leiknum. Skagamenn eru með 51% skotnýtingu á móti 52% hjá Hrunumönnum. Skagamenn hafa hins vegar tekið 7 fleiri skot í leiknum heldur en Hrunumenn. Leikurinn hafa nættur, Lucien kemur upp með boltan. Þórður með plás fyrir Lucien sem fyrir þristinn. Setur þetta niður. 64-57. 4 mínútur og 30 sekúndur eftir að þriðja. Óðinn, Jalen kemur út að hjálpa Þórði. Yngvi sækir boltan út, kemur hann með Dag sem setur þrist. Stuttur, eða langur. Þórður með frákastið. Leikurinn aðeins að svona þróast í átt til Skagamenn eins og staðan akkurat núna. Lucien samanstað áðan. Erfið sending, eða bara vond sending. Bört nær ekki alveg valda boltanum. Gefur honum á Óðinn. Þórður er búinn svona að missa af honum en allt í lagi. Gabriel á til varnar á móti Gilbert.
Gilbert setur út í hornið á Óðinn. Setur hann ekki, Jalen með frákastið, Bört reyndir að stela honum, nærði ekki, setur eftir, 4 og 5. Lucien finnur Gabriel í horninu, setur þetta niður. 10 stiga munur, 67-57, 3 mínútur og 40 sekundur eftir að þeirra leikunda. Meðbyr með Skagamenn með akkurat þessa stundina. Þá ætlar Gilbert að taka þetta sinna ráða. Býr sér hérna til pláss, góður með boltan, geggjaður. Fyrir í erfitt svona hlíðarstökks, 2 stiga skot, setur þetta ekki niður, Jalen með frákastið, Lucien kemur upp með boltan. Skagamenn er skynsamir. Jalen út í hornið á Þórð, Þórður fer fram hjá Bört fyrir flott spjaldið honni. 69-57. Óðinn, Þórður stelur þessum bolta næstu því, Jalen tilbúin að koma pikkið upp, nærið ekki, nú er þeir 5 og 4, Dagur 1 undir körfunni, finnur Bört sem setur þetta ekki niður, óheppinn hann það, vill hann á Þórð sýndist mér. Skipting að Skagamennu, Þórður fyrir út af og Frank kemur inn á, tvöföld skipting hjá Hrunamönnum, Yngvi og Dagur fara út af, Páll og Ringur komur inn á. Bört á línunni. Setja fyrir veitið. En það 100% vítaningi Bört. Getur mingaðir í 10 stig og setja þetta niður. Gerði það, 69-59. Og síðan gerum við boltan með Páll til varnar. Jalen að búa sér til pláss. Gab áheppinn. Sýndist Óðinn fá þessa villu. Já, vill Óðinn. Jalen fer þá á línuna í 2 vítaskott. Búið að þurrka gólfið fagmannlega og þá má taka þessi 2 skot. Byrjum að einum. Dansar Ronny. 70-59. Seinna skotið á Dylan. Barnett. 71-59. 2 mínútur og 42 sekundur eftir. Gilbert kemur upp um boltan. Gabriel mættur. Gabriel vil gert sér Gilbert. Setur þetta ekki. Jónas með geggja vörn. Jalen er frákastinu. Gabriel hrasar hann það. Bört hjálpar hann upp. Heiðusmaður. Jalen ætlar að gera þetta sjálfur bara. Þetta er svolítið erfitt og flókið og það er ekki gott. Gilbert finnur Óðinn. Óðinn á móti Frank. Tæpar á skrefinu. Sleppur. Bört fær boltan. Nú er Gilbert með Jónas á sér. Gabriel er hann í hugmáttu eftir. Jónas brýtur á Gilbert. Hárréttur dómur. Skiptingi á Skagamennu. Jalen fær smá hvíld núna. Ellert Þór kemur aftur inn á. Ég er ekki við sem að Nebjós að hafa ánægð með þetta múf hann á hann hjá Jalen. Gefa hann smá hvíldir að 2 mínútur eftir af þriðjuleikunda. Gilbert, þetta er svo fallegt. 71-61. Frank. Lucien, Ellert býður í horninu, Jónas býður hann undir körfunni, með Óðinn á sér, Jónas sterkur upp, notar hann að hæða muninn. Bört, fer í erfiðan þrist, Jónas er alveg onni á honum, góð vörn hjá Jónasi. Þá koma Skagamenn, 3-2, sér Ellert, hann er of hratt, finnur Gabriel. Gabriel er vanur svona hraða, hann vill vera fullir ferð alltaf. Leikhlé hjá Hrunamönnum. Einhver pirringur í Gilbert hann að sparkaði boltanum út af. Gefur engum 5 og sest langt í burtu frá leikhléinu. Staðan 75-61.
Við rennum aðeins yfir stigaskor hérna í þessum leik. Þá Gilbert komið með 23 stigahestur hjá Hrunamönnum. Á meðan að stigahestur hjá Skagamönnum Þórður Freyr með 19 stig. Það eru fleiri leikir í gangi núna. Á Akureyri taka Þórsarar á móti Ármenningum. Það staðan þegar 4 mínútur og 46 sekúndur eftir að þeir leikuðu það. 50-64 fyrir Ármann. Á Höfn í Hornafirði eru Sindramenn að sigra Fjölnismenn nokkuð örugglega 57-35. Hérna í staðan 75-61 fyrir Skagamenn. 14 stiga munur þegar 1 mínúta 24 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Og í Hveragerði, þar sem að grannaslagurinn Suðurlandið, þó Hrunamenn séu kannski ekki samanlega, þar Hamar að keppa móti Selfossi. Hamarsmenn leiða með 67 stigum gegn 53. Skagamenn koma núna pressu hérna hálfgerða. Það koma Hrunamönnum á óvart og Bört þeir ná að leysa þetta nokkuð vel og þá Gilbert einn á móti Jónasi fer alla leið en Jónas tók boltan þarna en dómarinn vildi meina að svo var ekki og hann ræður. Gilbert því að fara á vítalínuna. Það 1 mínúta og 17 sekúndur eftir af þriðja leikluta. 75-61 getur minnkað hann í 12 stig. Setur fyrir skotið neður. Enda skotmaður góður. Setur skotið líka. Skiptingar Skagamönnum. Jónas fer aftur á velli. Jalen kemur inn á. Jónas með 2 frekar en 3 vellur. Kemur Lucien. Frank. Boltinn með Jalen. Bört til varnar. Það slá boltan úr höndunum á Jalen. Kemur Bört. Spjaldið hon í. Hann gæti hann í 10 stig. Og stela hérna næstu í boltanum. Góð vörn hann hjá Páli Magnúsi. Skipting hjá Hrunamönnum. Gilbert kemur á velli. Þorkell kemur inn á. Það tekur bolturinn inn, Jalen fæður hann, kemur nú Frank. 48 sekundur. 10 stiga munur, Frank. Ennur Lucien. Inn á Gabriel. Hann startar munur hérna. Gabriel nýtir sér það. Fer yfir Þorkell og setur þetta niður. Páll kemur boltanum að hring. 35 sekundur. Páll. Og Gabriel stelur sig ekki. Boltinn endur hjá Óðni. Sem fer í erfiða hreyfingu, kemst upp með það, hringur, skildur boltann inn á Bört. Frank til varnar, geggjum vörn til Frank á vanda. Gabriel á móti Bört fyrir erfiðan, svona langan tvist, en Óðinn með frákastið. Finnur Þorkell, sem setur þetta niður. Margir sénsar hérna í þessari sókn, 7 sekundur eftir. Alert. Finnur Frank í erfiðu jafnvægi og setur þetta ekki. Þriðja leikluta því lokið og staðan 77-67 fyrir Skagamenn. Skagamenn vinna hennan leikluta 28-20. Nei, 32-20 fyrir ekki. Það voru 2 stigum undir í hálfleik, eru komin 10 stigum yfir. 77-67. Athyglisvert að þriggjastignýtingin hjá Skagamönnum orðin betri enn hjá Hrunamönnum. Við erum búin að hitta 11 þriggjastigakorfur í 25 tilraunum sem gerir 44%, á meðan að Hrunamenn hafa hitt 8 af 21, komin inn í 38% þriggjastignýtingu. Gilbert enn stigasti maður vallarins með 25 stig, Bört með 17 og Dagur með 10. Hjá heimamönnum Þórður Freyr stigastur með 19 stig, Jónas með 18 og Gabriel með 16. Skagamenn taka hérna lengri
pásu en Hraunumenn eru komin út af völlinn, Skagamenn eru enn að funda. Hjá Hraunumennum er þetta Gilbert, Bört, Þorkell, Óðinn og Ringur. Á Skagamennum er þetta Jalen, Lucien, Frank, Gabriel og Ellert. Óðinn kemur boltanum á Bört sem gerir strax ára sinna. Jalen var ekki til í það. Það er þetta skot. Gilbert. Engast kæra þessum boltanum með kastað upp í loftu og Gilbert tekur hann loftinu. Gabriel vil meina að hann hafi ítt sér á meðan að dómarinn dæma vill á Gabriel. Og Gilbert er að fara á línuna og taka 2 vítaskot. Mikið búið að gerast hérna í þessum 4. leikluta en samt bara 5 sekúndur liðnar. Fyrra skotið niður, 26 stig. Munur 9, 77-68. Setna skotið niður líka, 77-69, 27 stig hjá Gilbert. 9 mínútur og 50 sekúndur eftir. Lucien, Þorkell til varnar. Frankimann sækir bolta, hún finnir Jalen sem setur náttúrulega til Lucien. Bort á móti honum. Jalen með Gabriel nýttist þér ekki að Jalen var undir körnum með minnum hann á sér heldur laðast að til allegu og endaði með því að fá villu Karvagóð. Kemur mjög aftur upp í 10 stig og getur bætt einu í sarpinu viðbót. Setur hann ekki niður, Gilbert með frákastið. Langur fram á Þorkell, Frank er tilbúinn að taka mót honum. Þorkell dribblar sig undir körfuna, snýr baki í hana, Bört. Fær engastið. Gilbert að taka boltan inn. Gabriel er mættur til hans, Bört sækir hann að bolta öðvöldlega, Jalen til varnar, boltan mútið Óðinn. Það er nær hann í villu á Frank. Önnur villan hans Frank. Gilbert, erfið sending, boltinn yfir miðju, Frank nær honum. Finnur Lucien og Óðinn til varnar, setur þetta niður. 81-69, 9 mínútur og 1 sekúnd eftir leiknum. Þorkell, Finnur Ring. Þannig Bört, yfir Óðinn, Lucien, auðveldur, gott hlaupið Ring, fær boltan hana undir körfunni í easy layup. Lucien, Finnur Ellert, inn á Jalen fer sterkur upp á móti Bört. Bört vest ágætlega en Jalen setur þetta niður. 83-71. Gilbert fer vel með boltan. Býr til opið skot fyrir Þorkell sem fer í aðeins auðveldara skot nær körfunni, aðeins og fastur. Gabriel finnur Frank, fer í þristinn, setur hann ekki. Gilbert nær frákastinu. Skagamenn lengi tilbaka. Kom 3-1, Þorkell á Ring. Setur hann ekki. Jalen náði að trufla þetta skot. Illa farið með hérna 3-1. Frank. Finnur Gabriel undir körfunni. En Ringun er að slá í boltan. Skiptingi Skagamönnum. Lucien kemur á velli og Þórður kemur inn á. Þóra þau beintið að taka inn engastið. Jalen sækir boltan, finnur Frank upp á topp. Þórður kemur hlaupandi. Óðinn til varnar.
Jalen kemur í pikkið, Þórður notar að fara opinn þrist, stuttur, boltinn af, hverjum út af, sennilega á Gabriel, það er rétt. 83-71, 7 mínútur og 37 sekundur. Gilbert. Jalen stilur þessu bolta, nú fáum við eitthvað, hvað ætlar hann að gera? Hvað ætlar að gera þetta? Verður ykkur að góðu, 85-71, 14 stiga munur, 7 mínútur og 14 sekundur eftir. Gilbert, Gabriel til varnar. Gilbert vísir til skotið, þetta er svo falleg. Beintóni vinkar þetta niður í 11 stig og er ekki lengi að því. Slekkur aðeins í þessari tróðsli hjá Jalen, reynir að ná augnablikinu aðeins tilbaka. Gabriel, Frank, inn á Jalen, Gilbert til varnar núna. Jalen, 2 á sig, kemur boltanum á Gabriel sem fer í erfitt skot, brotið á honum. Þorkell óöfn á það, slær í hendina á Gabriel sem fer á vítalínuna og tekur 2 vítaskot. Bæði lið undirbúa skiptingu, þær koma hér. Dagur kemur inn á fyrir Þorkell hjá Hraunamönnum og meðan að Jónas kemur inn á fyrir Ellert. Gabriel með fyrirskotið. Setur hann niður. 86-74. Seinnaskotið líka. 87-74. 6 mínútur og 44 sekundur eftir. Gilbert kemur upp með boltan. Bört kemur í skrínið, býtir plást. Jalen kemur með. Bört er þá komið Þórð á sig. Það er starfminn þarna og hann nýtir sér það. Óheppinn þarna. Jalen stígur í veg fyrir hann. Óvel verk en vill að og Börk er að fara línuna og það hefur ekkert verið sérstaklega gott fyrir Skaman að hafa hann á línunni. Bört er að ég held ennþá 100% tryggjastaskipta, vítaskipta þessu leik. Fyrir skotið að Bört. Setur hann niður. Sjö 87-75. Brennir segjar að skotinu. Fyrsta víti sem hann klúraði þessu leik. Og ekki með Þórður. Frank sækir boltann, Jalen undir körfunni með minni mann á sér. Gilbert þá tilbúinn að koma í hjálpina. Gabriel, mikið pláss, stutt skot. Frank með frákastið, gott sóknarfrákast, þetta er dýrmætt. Þórður fær boltann. Jalen með miklu minni mann á sér, þeir eru ekki að nýta, jú, Gabriel sér það. Þeir eru fljótur á tíminn á hann. Vill hann á, Ringur biður hana en ég held að Bört hafi verið með hana. Nei, Ringur fékk hana. Jalen því á línunni í stöðun 87-75, 6 mínútur og 2 sekundur eftir að fjórða leikluta og þar að lenda leiknum. Þeirra skotið niður. Þeirra skotið niður, 89-75, 14 stiga munur, 6 mínútur eftir. Óðinn, finnur Bört. Fer fram hjá Jónasi og að körfunni. Bört með þetta, segir Jalen. Þriðja varða skotið held ég hjá Jalen þessu leik. Og hann tekur boltann inn, gefur á Jónas sem var svona ekki alveg viðbúinn að fá þennan bolta eða. Hann kemur boltanum á Þórð. Dagur til varnar, Þórður fer fram með Degi, opin braut, Frank í horninu, fer í þristinn, óöppinn, Bört með frákastið, Gilbert. Jalen ætlar að fara á mót honum. Og Bört gerir þetta snirtilega.
89-77. Og Jalen aftur með vinnumann á sér. Þeir eru konar allir á hann. Hann er alveg sama. Hann fer bara á þetta og setur þetta næstu í tróðsla. 91-77. 5 mínútur og 15 sekundur eftir. Gabriel á móti Burt. Nei, á móti Gilbert. Gilbert. Óheppinn að setja ekki niður. Hann fer á línuna. Skipting skafanum, Frank kemur á velli, Lucien kemur inn á. Mikil orka alltaf í liðinu þegar Frank er inn á. Þeirra skotið á Gilbert. Veróni. Komið með hvað, 33 stig. Komið yfir með allsett í veitur sem er 31. Klikkar á seinna, Jalen með frákastið, kemur boltanum á Lucien, Gilbert í vartan á móti Lucien. Jalen er tilbúin að gefa henni smá pikk, farða hérna. Lucien kom með Burt á sig, Gabriel kemur upp og sækir boltan. Óheppinn, skoppar hann í fótinn á. Jalen fá boltan, fer í erfiðan tvist, setur ekki í neitt. Ég veit ekki skotklukkunni, 2 sekundur. Jú, Gabriel vissi það, hittir ekki hringinn. Boltin fer þá til hrunamanna, eða 91-78, 4 mínútur og 43 sekundur. Gilbert. Jalen og Gabriel nokkurn veginn til varnar, þá finnur hann Burt sem fer sterkur inn á körfunni, spjaldið ekki ofan í Lucien í varnarfrákastinni. Burt herðir þetta, kemur boltanum á hring undir körfunni, vel gert til Burt. Auðvöld 2 stig, auðvöld tekist til layup. Lucien. Finnur Jónas. Gabriel byrður hann í horninu, kemur út að þetta reyna að sækja hann. Millan á hring hann að sýndist mér. Minnir að hafa slegið hendur á honum. Gabriel tekur boltan inn fyrir Skagamenn. Jalen þessu lausa hann, Jónas líka, fær boltan. Tekur hann upp, veit ekki alveg hvernig hann á að gefa á. Finnur Lucien. Skrítinn sóknarleikur hann eða Skagamenn í augnablikinu, allir fyrir utan þriggjasteilina. 5 sekundur á skotklukkunni, Þórður veit það ekki, Jalen veit það vonandi. Já, og setur spjaldið á hann í. Veit ekki alveg hvernig skot þetta var, en hann fór allavega á hann í. Kemur Óði inn á móti Þórði. Það er hérna opna braut, Jalen ætlaði að taka þetta, náði ekki. Vel gert hjá henni, setur þetta niður, minnka muninn í 11 stig, 93-82. 3 mínútur og 40 sekundur. Lucien fær mikið plás og fer í þryggjasteg skotið. Hann er stuttur og skakkur. Hann kom á hrunumenn. Gilbert með fallegan snúning. Villan hann dæmd á Lucien sýnist mér. Þá 4. villan hans. Gilbert hann og aftur á vítalínunni. Hann er að sækja svolítið stíð í svona vítalínu hérna í 4. leiklutanum. Tók hérna. (93-82), 3 mínútur og 26 sekundur eftir af 4. leikluta. Gilbert á vítalínu komið 33 stig í þessu leik. 34. (35 stig), minnka muninn í 9 stig. Þetta er 3 körfu leikur á 3,5 mínútu. Það er ekki neitt til þess með mannum sem Gilbert í liðinu. Skagamenn komið með boltan. Jalen, Finnur Lucien. Jónas galopinn undir körfunni. Fer á hring. Gabriel nær sóknarfrákastinu. Brotið á honum. Villan á hring. Hann har komið 3 villur. Og Gabriel er komin á vítalínuna.
Setur fyrir skotið niður, kemur svo aftur upp í 10 stig. Ákveðin sálfræði að vera 10 stigum yfir, það er betra en 9. Stuttur í seinna, Bört með frákasti, gefum boltanum að Gilbert. Nú þarf að Hrunamenn að koma hratt. Gilbert fyrir þristinn. Stuttur. Jalen er að plaka boltanum, Þór er nærunum, Lucien fær hann. Gilbert til varnar, kemst fram hjá honum, finnur Gabriel sem setur hann á Þórð. Skaman að vera skynsamir. Þetta er ekki skynsamlegt. Það er góð vörn með degi þarna, hann er þessu bolta. Gilbert, alla leið, setur þetta niður. Lucien heppinn að fá ekki villuna þarna. Gabriel. Nei, Þórður nær þessu. Út í hornið á Jónas. Setur þetta niður. Þetta var mikilvæg karfa. Skamen er að flýta sér of mikið. Leikurinn er í þeirra höndum. Það er Hrunamenn sem hefur verið að flýta sér. Tæpur á að stólna boltana hana. Óðinn nærunum. Fyrir út í hornið á Dag. Dagur skrefar. Tók hoppið. Hárrétt. 97-86. 2 mínútur og 24 sekundur eftir. Nú þurfa Skamen að vera skynsamir. Lucien finnur Jalen. Jalen fer á skrið og treður þessu niður. Með Gilbert, Gabriel djöflast ennþá í honum. Búinn að gera það alla leikinn vel. Búinn að fá á villu. Jalen er alltaf tilbúinn í hjálpina. Lucien óöfn og það ætla að láta hann bara fara. Ég veit ekki hvort hann hafi haldið að boltinn hafi komið við Gabriel eða Jalen hann þegar Gilbert tók sendinguna. Það kemur þreföld skipting í Hrunamönnum. Páll Magnús, Patrik og Dagur kom inn á fyrir Gilbert, Bört og Óðinn. Athyglisverð skipting þegar þeir eru 2 mínútur eftir og 13 stiga munur. Þorkell finnur hring, ógnar skotinu, fær Jalen í burtu, kemst á körfunni, nær ekki, Jónas herði frákastist, gott frákast hjá Jónasi. Kemur Þórður upp með boltan, 1 mínútur og 50 sekundur. Viltu varnarleikur, Jónas byrjum boltan, fær hann. Páll Magnús góð vörn hjá honum, gott að hann var ekki bara að koma hendur í þetta en Jónas sterkur, sækir hann bolta, Páll Magnús les það. Leggur á stað á móti Þórði. Þórður nær að koma að plaka boltanum, hann samt heldur áfram með Páli, kemur svo niður. Þetta kallast harðfylgi. Skamen búinn að skipta líka, Daði kominn inn á. Lucien. Jalen, langan þrist. Setur hann ekki, Daði óöppinn, hringur nær þessu. Páll Magnús. Finnur Þorkell, sem fyrir þristinn. Setur hann onni. 8 stiga munur, 99-91. Þórður. Jalen býtur pláss fyrir hann, fær boltan, hringur, brýtur. 4 villin á hring, 2 skipting hjá Skagamönnum. Hjörtur og Felix kom inn á fyrir Lucien og sannlega Jalen þegar hann er búinn að taka vitinn. Þegar hann setur setna vitinn niður þar að segja. Fyrir vitið fyrir honni, 191. Einhvern veginn var það þannig að svo sem skoðaði stigum 100 þurfti að gera eitthvað en sjáum til með það. Settum skoðu líka, þá kemur skiptingin, Jalen kemur á velli, Felix kemur inn á 101, 91, 53 sekundur eftir af þessum leik. Páll Magnús, Hjörtur til varnar, Hjörtur nær að slæma hendinni í hann. Páll Magnús, Hjörtur og Þórður kemur til hjálpar en vildi minna að slegja boltan, dómarinn sagði nei, þetta var hendi sem áslóst í. Páll Magnús verður þá á vítalínuna. Stuttur í fyrraskotinu. Setna skoti
setur hann niður. Kemur önnur skipting í Skagamönnum, Jónas fer á velli og inn kemur í fyrsta sinni í þessu leik Alex Tristan. 43 sekúndur eftir, 101-92. Hjörtur Þór ekki fyrir boltan. Felix kemur upp í pikkið. Þórður nær hann í dag. Felix fer hann á körfunni, Daði. Alex út á Þórð. Felix kemur að býta pláss fyrir Þórð. Fær svo opna braut. Þórður sér það en vel lesið. Langur fram Dagur en Alex nær að komast í gegnum þetta fyrir þetta. Stoppar þetta hraðaflöp. Patrik fær boltan, fer á körfunni, setur þetta niður. Þórður, 14 sekúndur eftir þessu leik, 101-93. Þórður dribblar þetta bara út. Heimasigur Skagamanna, 101-93 því staðrind. 101-94 fyrir geðu. Góður sigur hjá Skagamönnum, jafna Hrunamenn að stigum í deildinni með þessum sigri. Bæði lið þá með 18 stig, en Hrunamenn fyrir ofan á innbyrðis. Við rennum aðeins yfir stigaskor í þessum leik. Byrjum á gestunum Hrunamönnum. Stigasti þar, langstigasti þar er Gilbert með 37 stig. Þar á eftir kemur Bört með 18, Dagur með 10, Ringur með 8, Óðinn með 5, Þorkell líka með 8, Óðinn með 5, Páll Magnús og Yngvi með 3 stig og Patrik með 2. Allir leikmenn Hrunamannanna að skora í þessu leik. Við rennum það yfir stigaskor hjá Skagamönnum. Nokkuð jafnt, Jalen reyndar tók sprettandi lokin, endar leikið með 27 stig, Gabriel og Jónas með 21, Þórður Freyr með 19 og Lucien með 10. 5 leikmenn í liði Skagamann sem skora 10 stig eða meira. Svo var Ellert Þór með 3 stig. En eins og áður sagði upp af þessu útlendingu þá var Skagamann nú 2 leiki eftir í deildinni. Annars vegar á móti toppliðinu hjá Álftanesi sem geta tryggt sig upp í Subway-deildina með leik sínum á mánudaginn á móti, man ekki alveg hverjum, en það er eins að Skagamann er svo Skallagrím hérna í loka umförinni á heimavelli 24. mars og vonandi verðum við með fullt hús hér á Skagamönnum og Borgnesingum í þeim leik. En við förum að segja þetta gott héðan úr þessari útsendingu. Hannibal og Guðmundur Kort þakka kærlega fyrir sig og við vonum að það var njótið og þá getur næst.